Jæja, þá erum við komin heim og ég ætla nú að leyfa þess að bíða frá á morgun og þannig fyrir að kíkja á þetta eitthvað. Það er allavega ekkert augljóst sem að það leggur ekki olíu eða svoleiðis. Það er ægilega óhljóð og svona þvingun þegar maður reynir að hreyfa það til. Ég er bara rétt komið að kerfinu hérna inn. Ég kannski tappa olíuna því í kvöld. Það hlýtur nú að koma þá fljótt í ljós hvort það er eitthvað mikið að skeða inn í gírkassanum eða hvað. Já, ég var alveg friðlaus og reif þetta náttúrulega í sundur. Þetta er allt hreint og fínt og eins og nýtt. Olían bara fín, það er allavega ekkert glimmer í henni. Hún er náttúrulega dökk en hún er það líka bara úr brúsanum. Þannig að, ég veit ekki, kannski er þetta ekki innvortis. Því að ég fór og kíkti hérna hinum einn. Þá var nú svona eitt og annað inn í þessu kóveri og svona eins og bráði plast. Þannig að spurningin er kannski legan í gírkassanum hérna fyrir input-skaftið, er hún ónýtt eða var bara kúplingin að ofhitna eða hvernig anskotin ætlaði að vera í gangi hérna. Ég verð að halda áfram að rífa. Þetta virðist vera bara það sem hefur skeð. Kúplingin þessi aftar hefur bara gefið sig og það er einhver gormur hérna komin gegnum hana aftan. Þannig ég get ekki snúið sko. Og það er lætin sem heyrast. Aflögulega setti þessa kúplingu nýja bara í ég man nú ekki til svona hvenær, skrifaði það hérna. Það stendur september 2024. Ég ætla að reyna að ná þessi sundur. Þetta er eitthvað klikkað. Jæja, vandamálið er fundið. Ég er reyndar ekki búinn að horfa á sprengimynd af þessu, hvernig þetta ánákvæmlega að vera, en þessi gormur hérna hlýtur að eiga að vera samanpressaður einhvern veginn og ekki allavega að snúast þarna á lokinn á gírkassanum. Sko, hann er búinn að merja hérna sætið fyrir pakkdósina í álinu en mér sýnist þetta hafa sloppið. Ef þetta þrifið vel þá held ég að þetta sleppi nú. Ég hef eftir að plokka betri í þetta. Þetta er aðalega bráði plast út um allt. Það líka skýrir lyktina því ég fann. Þetta var nú ekki svona gírolíu brunalykt. Þetta er bara plast brunalykt. Sér ekki á reiminu, hún er bara svo ný. Það var þetta nú ekki fyrir neitt þjósnaskap sem þetta skeiði. Það var bara verið að aka eftir beinu vegi á 60 km hraða og hérna meiri segða niður í mót, niður brekku, þá gerðist þetta. Það var alveg bara leið og ég var ekkert að sleppa gjöfinni eða þannig en bara svona þegar hann hallaði undan og létti á að þá komið þessi óhljóð og ég bara trampaði á fótbremsuna því ég gat og stoppaði allt saman. Ég heyrði að það var eitthvað mikið slæmt að gerast. En það er vonandi að dugi bara að fá þessa kúplingu og ég þarf náttúrulega að fá þessa plastklíf líka. Hún er ónýtt. Hey papp. Já, ég pældi ekkert í því í gærkvöldi að það náttúrulega á tappanum er segull og það er ekki að sjá að sé neitt á honum. Allavega ekki svona flísar. Það er bara óhreinindi sko. Þannig að ég er sannfærður að gírkassin er í góðu lagi. Og það sé alltaf þessi hljóð sem hafa alltaf verið í honum.
Maður alltaf hálf paranoiðar yfir olíunum á þessu því að þetta nú ekki mikil olía, þetta 450 millilítrar, þetta ekki hálfu lítri einu sinni. Og þarna inni eru hlutir sem að snúast býsna hratt. Og það svona hældrif hérna neðst í þessu sem að svo bara heill öxull í gegn. Þetta raunin ekki millikassi og svoleiðis, heldur það bara öxull, hann snýr alltaf bæði fram og aftur skaftinu. Svo bara kúpling eða gaffall á öðrum framöxlinum sem að setur fjórhjóladrifið af en þarna þarf hann að dæla olíunni hérna náttúrulega upp í drifið. Já, það eru 2 drif náttúrulega og svo bakkir. Nú ég búinn að setja í þetta glas nýja olíu og jú, hún eitthvað ljósari en það engin gífurlegur munur. Svo ráfyllingin náttúrulega alveg vísindaleg sko. Þetta ekki smá brauð, hálfu lítri. Það kom í olíu á girkassan og ég ætla bara að skipta örar þannig að þetta verði ekki svona óhreint. Ég minnir að ég þarf bara að tékka á því. Ég minnir að manuálið segja að maður að keyra sko 3000 kilometra frekar en 1500 á milli olíuskipta á girkassan sko. En ég ætlum ekki að sverja mig upp á það eftir minni. En þetta nú samt ekki nema 1200 síðan þetta var gert síðast held ég. Hjólið komið í 3000 núna. Ég á það til að skrá, ég man það ekki tryggt. En ég alveg ólýsanlega feginn yfir því að þessi girkassi sé sennilega í lagi því að bæði kostar hann mikið og það stór mál að skipta hann. Hérna þetta í bókinni Gearbox Oil á að tékka á þessu og skipta á 2 ára fresti. Sko upphaflega, það nú bara í tilkeyrslunni, þá 320 kilometrar sem ég gerði og svo hef ég skipt aftur sko. Það var ábyggilega bara eitthvað í kringum 1300 eða eitthvað sem ég skipti aftur á öllum drifum og girkassan líka. En svo segja þeir sko, það ekki fyrir en 4800 sem á að skipta aftur Gearbox Oil. Mér finnst það svolítið mikill akstur finnst mér vegna þess að það nú ekki mikið af olíu á þessu. Hvað hérna capacity Gearbox Oil 420 millilítrar. Já. Þannig að það nú líka allt í lagi að skipta örar. Ég var aðeins að spurjast fyrir mitt í gær sko, hvað geti valdið í að þessi festing hérna á bakvið, sko ég bara veit ekki almennilega, ætli hún sé ekki plasti, ég ímynda mér það. Og að halda þessum gormi, hvað veldur því að hún gefur sig? Og flestum datt nú í huga að það væri bara hiti, ekkert annað. En sko, þetta lítur nú ekkert illa út, þessar keilur. Það aðeins hérna eitthvað alveg innst á henni, en þetta ekki svona grafið neitt. Og ég skal ekki segja, það nú sjaldan sem að ég fer hérna inn á með reimina því að þetta þegar maður alveg á fullri ferð sko, alveg í botni. Það miklu meira þarna innar á þessari og það það sem að byrja að lága hraðanum og það niður gírun á mótornum og upp gírun svo á gírkassan. Þannig að, og það ekkert, maður sér ekki að við hitnaði mjög mikið þessi kúpling. Þannig að ég nú svona ekki alveg að skilja þetta sko. Akkur þetta fer svona. Þetta náttúrulega plast fer til andskotans þegar gormurinn losnar. Já, þetta gífurlega léttir
Ég sá líka fram á að þurfa að fara að selja bensín bara á svartamarkaðnum, svona eins og kallarnir í fréttunum í Reykjavík. Ég á engan bensínbíl, annað en þetta fjórhjól. Þarna sko 50 lítrar bensín í viðbót. Þannig að vonandi bara kemst þetta í lag fljótt, þannig ég geti notað þetta sjálfur. Þurfi ekki að fara að auglýsa þetta bland. Eða fara með þetta þarna niður í hvað Hlíðarnar Reykjavík, var þetta ekki þar sem að þessar aftursætis bensínstöðar eru. Þarna sést þetta stykki, þetta er nú nokkuð greinilega plast sýnist mér. Kínamaðurinn að sýna þetta þarna. Hérna inni stendur alltaf þetta bilaða fjórhjól. Ekkert að frétta því máli. Nema hvað að, já það er komin rúm vika núna, þetta bilaði á 50 fyrir verslunarhelgi. Nú er sunnudagur. Ég er búinn að reyna að hafa samband margsinnis við aflvélar sem er umbóðsaðilinn hérna. Fyrir þetta og ég keypti þetta af þeim fyrir akkurat 2 árum. Ábyrgð á þessum kúplingum er ekki nema 3 mánuðir í samkvæmt eigendahandbókinni. En sko, ég langar aðeins að áður en ég fyrir að kaupa þetta sjálfur að leyfa þeim að kíkja á þetta. Vegna þess, sko, ég hef kvartað undan þessari kúplingu frá því hjólið var nýtt. Það hefur alltaf virkað og svoleiðis sem það hefur verið frekar erfitt að skipta um gír. Og tímabili var það þannig að ég þurfti bara hreinlega að drepa á því til að skipta um gír. Þá síðastliðið haust, það var í september í 2024, þá skiptuður allavega þessa fremri. Ég veit ekki með þessa aftari. Ég bara fekk ekki upplýsingar það, ég sótti hjólið bara í lagi. Hún virðist vera eldri þessi aftari, það er hún sem er biluð núna. Það er svona ástæðan fyrir mig langar aðeins að fá þá til að kíkja á þetta aftur. Ábyrgðin á þessum kúplingu er nú ekki nema 3 mánuðir, sko, verksmiðjuábyrgðin. Þannig að ég veit ekki, ég er alveg undirbúinn fyrir það, þurfa bara að býta í þetta sjálfur, sko, en þetta er nú súrt samt, því að þetta hefur nú ekki beinlínis verið í lagi og kallinn hefur nú ekki beinlínis verið að misnota þetta neitt. Þetta hefur fengið prinsessu meðferð hjá mér þetta fjórhjól, ég hef bara verið að ferðast á þessu og taka því rólega, sko. Ég er ekkert að prjóna á stað svona sem að sér marga að gera og skransa í ringi og eitthvað. Ég meira fyrir það bara að fara eitthvað langt og príla upp kannski einhverja brekkur og ekkert í neinum offorsi, sko. Enda þegar að svoleiðis er þá sér maður nú fljótt að keilurnar eru svona mattar og ekki svona glansandi fægðar og flínar og ekki með svona sporum neinum. Og svo reimin bara ósnert, sko, hún bara svo ný. Þannig að, já, mér langar aðeins að sjá hvað þið segja. En það hefur ekki beinlínis verið auðvelt að ná sambandi, sko, alla tíð, bara frá því að eftir ég keypti, sko, þegar ég var að spá í að kaupa hjólið, fyrst þá var það frekar erfitt að ná sambandi við einhvern hjá aflvélum og ég hefði nú kannski átt að átta mig á því að það veri kannski eitthvað minnstur. En það hefur ekki breyst. Og það er nákvæmlega þannig að alltaf þegar ég hringi þarna eða kem þarna þá hittir maður einhvern nýjan, sko. Það er aldrei sama fólkið. Eða voða sjaldan, það er nú einn þarna sem er alltaf reyndar. En já, þetta er svona, það er eitthvað í gangi þarna held ég. En ég fengi mjög góða þjónustu í það, ég kvart ekki við því. En sko að ná sambandið þangað, það er eiginlega ómögulegt. Maður þarf bara að mæta á staðinn. Ég er búinn að senda tölvupósta 2 og ég er búinn að hringja sko allavega 3-vegis og þá er mér að hringja mig tilbaka og það gerist ekkert og það er svona, þetta er hálf ómögulegt, sko. Svo bara að gamni þá fyrir helgi þá skrifaði ég inn á Facebook-hóp sem heitir Otis
á Íslandi, ódýrs fjórhjól á Íslandi. Þá svarar þarna einhver aflvéla maður sem að, hann nú í sumarfríi sko og tjá mér að séu bara allir eiginlega í sumarfríi. Og daginn eftir, það var sennilega á föstudaginn, þá ringir í mig, sko ég held hann hafi sagst vera forstjóri eða framkvæmdastjóri aflvéla. Spyr mig út í þetta sko, hvernig mín upplifun hafi verið af því að ná sambandi þarna og ég sagði mér að hann alltaf svarað sko. Ég fengi bara ekki samband við neitt sem að vissi neitt. Þeir eru sennilega allir í fríi. En hann fullvissaði mig það að ég myndi fá samband eða allavega svar við póstinu mínum í þessari viku. Þannig að nú bara bíði ég og sé. Ef ekkert gerist í þessu þá bara kaupi þetta helvíti sjálfur að laga þetta. En mér finnst svona persónulega kannski ætti ég ekki að bera ábyrgð á þessu endilega sjálfur en það er svona mín persónulega skoðun. Loksins komnir varahlutir í þetta fjórhjól. Komin ný hérna þessi aftari kúpling sem á ónýtt. Þetta plaststykki hérna sem heldur gorminum á sínum stað. Svona á það að líta út. En gömlu kúplingun var það bara horfið. Ég fekk nýjan svona spacer hérna sem fyrir inn í öxulinn á gírkassanum og boltan á nýja pakkdós. Lokið hérna í hliðinu á gírkassanum. Setja nýtt. Það er aðeins skemmt hérna kóverið sko en ég er nú nokkuð viss að ef ég setti bara pakkdósina nýja þá yrði þetta til friðs. En þetta kostaði ekki mikið og vonandi er auðvelt að skipta þetta. Mér sýnist að þetta sé bara boltað hérna á og límt samskeytin og ég get ekki séð að það sé neitt hérna sem að heldur þessu nema að þetta hangir í legonum eitthvað og gírkassaöxlunum. Og svo kóverið hérna nýtt aftan á kúplingarnar. Það var bráðnað og ónýtt náttúrulega því að gormurinn var búinn að sverfa sig í gegnum það. Jæja, þetta var ekki mikið mál og hér innan stokks er náttúrulega allt bara alveg eins og nýtt og tandur hreint og fínt. Ekki til óhreinindi í þessu. Þannig að nú er bara ég þarf að færa hérna legur á milli sko, þessar legur hérna og þessi skipti, þetta er parkið hérna. Færa þetta hérna yfir og þennan legu bakka hérna líka yfir í nýja lokið og þá verður þetta gott og líma þetta svo saman. Þetta er bara flott. Ég er voða feginn að þurfi ekki að taka gírkassan úr. Ég held að það sé stórmál. Maður gerir það ekki nema að taka bara vélina úr fyrst og taka svo í sundur upp á borði. Held ég. Ég held að það sé eina leiðin. Jæja, þetta er skref í rétta átt held ég. Komið nýtt lok og ný pakkdós og allt hljóðlaust og fínt. Ég þarf bara að muna eftir í að setja olíu á gírkassan. Það er gert hinum megin. Þetta verður flott, örugglega. Vona ég. Það er þetta malli flotti á kallinum og kúklingi bara.
Þetta er miklu betra en það var áður. Og glöðvöldar að skipta gír. Það eflir minn og svona í þessari samfæringu að þetta hafi nú bara aldrei verið í fullkomnu lagi. Bara frá því þetta hjól var nýtt. Jæja, nú er sálfræðingurinn aftur mættur til starfa, sko. Og bara býsna góður. Okkur semur ágætlega, en nú er bara spennandi að sjá hvaða verður sem að bilar næst. Það er að segja hvaða verksmiðjugallið það er sem að kemur í ljós næst. Þetta er allavega í lagi núna. Það sem að bilaði síðast. Jæja, þá er ég komin hérna upp á Hellisheiði og jarðhitann. Hann er komin hérna undir veginn og komið svona flott uppstreymið. Ég er hérna við Skátaskálan. Jæja, nú er ég hérna upp í Jósefsdal og farið heim á Tásónum bara. Ég verð að fara að koma mér heim, það er orðið skíðað. Svo er hann líka í Krummafót. Þetta er Nike eitthvað og það fínt. These boots are made for walking. Ég brunaði upp í Bláfjöll og þar var bara rigning og suddi. Þannig ég er komin aftur hérna inn á 1000 vatna leiðina og drífa mig þarna niður í Hveragerði og svo heim áður en að rignir hérna líka. Og 1000 vatna leið er búinn og búið að áþrýsti þú allt saman hérna í ánni þegar maður fer 20 sinnum yfir eða eitthvað. Nei, það má drífa þeir ekki með. Þetta er betra en það var. Ég sjálfur orðinn háþrýsti þau. Og þetta bara hangir í lagi allt saman. Ég er búinn að aka 140 km er